Íþróttafélagið Draupnir fór með föngulegan hóp á alþjóðlegt júdómót í Danmörku á dögunum. Þeir 12 sem kepptu fyrir hönd félagsins komu heim með 13 verðlaun alls. En hvaða mót var þetta? Ef við byrjum aðeins á júdó íþróttinni hérna á Íslandi, hversu stór er hún? Það er bara rosalega misjandi eftir árum. Hún hefur verið mjög stór og svo hefur hún orðið mjög svona lítil, en það er alltaf svona töluverður fjöldi þátttakenda sem að æfa. Og hjá hvaða aldri er þetta vinsælast? Ég myndi segja svona úlingum, 11 til 18 kannski. Já. Eða kannski 15. 15. Já, 11 til 15 ára. Svona kannski framhaldsskóla aldrun sem að menn fara eitthvað annað, kannski, eins og gerist. Og þeir eru með aðstöðu hérna í Sunnuhlíð, þið hjá Draupni, og bjóðu upp á æfingar hér. Hvað hafið þið verið með þetta í gangi lengi og svona, er þetta vaxandi, myndi ég halda? Iðgjöldum fer alltaf vaxandi, hægt og rólega. Við erum með 120 hérna iðgjendur. Og við erum líka með útibú á Grenivík. Já, er þetta vinsælt þar? Já, mjög vinsælt. Það sé mikið svona 10%. En hvernig er kynjaskiptingin? Er jafn áhugi bæði hjá stelpum og strákum? Nei, það hefur nú ekki alltaf verið þannig. Ég held að það sem meira kannski bara svona hjá konum svona, þessi nánd er svolítið óþægilega og erfitt að komast yfir þann hjalla, en það er samt að aukast núna. Ég er með kvennaæfingar, sem sagt 2 sinnum í viku, og þær eru orðnar alveg 10 til 12 á þeim æfingum og eru alltaf svona 6 til 10 á hverju æfingu. Mér langar að hvetja allar konur og stelpur og Akureyri að koma og prófa júdó. Við erum með alveg frábæran hóp núna, kvennaæfingar. Þannig að það eru konur að æfa á fleiri stöðum á landinu? Já, ég held að við séum samt með flestu konurnar eins og staðan er í dag. Þú ert, ef mér skemmtist ekki, eini kvenþjálfarinn bara á landinu? Já, eini kvenþjálfarinn sem er að þjálfa líka meistaraflokk. Það er alveg einhverjir sem er að þjálfa krakka, en ég er svona kannski fyrsta konan til að vera að þjálfa svona eldri hópa. Þannig að þegar þú varst að læra, þá varst þú hjá köllum, heldur að það sé ekki svona kannski að vissuleyti þægilegra fyrir ungar stelpur sem er að byrja að hafa einhverja svona fyrirmynd? Jú, ég held að hjálpi mikið til. Allavega, ég hef náttúrulega frábæra þjálfara í gegnum tíðina, en það hefði alltaf verið gaman að hafa eina svona konu, bæði bara hvort sem að það hefði verið einhver sem var búin að æfa lengur eða þjálfari eða hvað sem það hefði verið, sko. Það munar alveg helling. Og þið eru nýbúin að fara út með hóp að keppa til Danmerkur. Hvaða mót var það? Það var Hilleruð international mót. Það gekk frábærlega. Við vorum með 12 keppendur út og komum heim með 13 verðlaun. Það var alveg magnað. Við unnum allir til verðlauna og stóðu svo allir frábærlega. Hópurinn samrýndur, stóðu allir saman. Það var eiginlega það fallegasta. Gerist þetta á hverju ári? Já, nei, en við erum með 2 af bestu þjálfurum landsins hérna hliðina á mér. Ég vil meina það, ég segi það bara eins og það er, sko. Það er ekkert skrítið að við náum þessum árangri. Hvað þarf maður að hafa til þess að vera, góður í júdó? Held ég aðalega að vera duglegur, mæta á æfingar, það er svona aðal. Og svo keppniskap og vera svona smá harður, ég held að það sé málið. Og júdó að þú talar fjölskyldu og svona, júdó ekkert sérstaklega ofbeldisfull íþrótt, eða hvað? Hvernig er júdó? Mér finnst íþróttir aldrei ofbeldisfullar. Ég ætla að koma því fyrst á framfæri, sama hvað það er, en júdó er erfið íþrótt. Það er alveg að segja, þú ert að reyna að kasta manneskju sem er að reyna að kasta þér og það tekur mikið á, en þú getur meiðst bara eins og hvaða íþrótt sem er, þú getur alltaf meitti á einhvern hátt, en hún er ekki hættulegri en hvað annað, sko. Í hópi þeirra 12 keppenda sem fóru út og kepptu fyrir hönd Draupnis á mótinu voru þeir Breki Bernhardsson og Alexander Heiðarsson. Strákar, þið fóru nýlega út til Hilleruð í Danmörku að keppa á international alþjóðlegu móti. Hvernig gekk? Það gekk bara mjög vel. Ég keppti í 2 flokkum. Lenti í fyrsta sæti undir 18, mínus 55 kíló flokki, og í öðru sæti undir 15 ára flokki í mínus 55. Þannig að þú ert að keppa við aðra strákar sem í sömu þyngd og þú? Já. En þú, hvernig gekk þér? Bara vel, sko. Ég vann sem sagt Masters mínus 100 kíló flokkin og Masters sem sagt 30 plus. Og
mínus 100 er allir frá 90 kíló upp í 100 kíló. En nú ert þú alveg örugglega ekki 100 kíló, er það? Ég er 80 kíló. Það var bara, mættu fáir þetta mót, þannig að þetta var bara flokkurinn sem ég fór í. Og af hverju gekk eitthvað svona vel? Hversu oft æfið þið og, já? Við æfum 5 sinnum í viku, sem sagt alla virka daga, frá 6:30 til 8. Hvað eru þið búin að æfa lengi? Ég er held ég búinn að æfa í 11 ára núna. Byrjaði þegar ég var 5 ára. Hvað er svona skemmtilegt við þetta? Það er bara allt skemmtilegt við þetta. Það er bara góð félagskapur og ég er bara mikinn áhuga á líka júdó. Þannig að það er alveg geggjað. En þú, hvað ert þú búin að æfa lengi? Ég byrjaði að vera 7 ára. Ég er búinn að æfa 13 ára núna. Og er þetta eitthvað svona adrenalín kick sem þið fáið út úr því að... Gjörsamlega alveg 100% sko. Það er bara þegar maður er að glíma á, maður er bara í allt öðrum heim sko. Maður heyrir ekkert í neinum og maður er bara að fókusera á það að rústa hinum. En er þetta ekki líka frábær útrás? Jú, þetta er frábær útrás en þegar þú ert búinn að glíma þá ertu svona alveg ennþá, peppaður eftir að hafa verið að glíma. En þetta er alveg mjög góð útrás. Og myndu þið mæla með þessu fyrir hvern sem er? Getur hver sem er byrjað að æfa júdó? Já, það getur hver sem er byrjað að æfa. Ég mæla alveg mjög vel með þessu. Þetta er alveg mjög gaman og mjög góð æfing og kemur alveg í mjög gott form. Og er ekki líka, manni heyrist það á þjálfurunum, rosalega góður andi hérna og svona, fólk er orðið bara góðu vinir, þeir sem að æfa hérna. Já, það er alveg rosalega góður andi. Ég held að sé allir vinir. Svo við fórum til Danmerkur, þá voru allir bara saman og var ekkert leiðindi eða eitthvað, þá voru allir bara glaðir.